Áfram í lið 3. Það tillaga að álagningarprósentum afsláttum gjaldskrám fyrir árið 2015 og gildir frá og með 1. janúar 2015. Ágúst, rennur þú yfir þetta í stórum dráttum? Já, ég hef gert það. Þetta er þannig að það eru litla breytingar á þessu. Útsvarið er 14,52% eins og var á síðasta ári. Það er fasteignaskatturinn er sem sé í þessum 3 flokkum og hann er óbreyttur frá því sem verið hefur. 0,39% af fasteignamati fyrir flokk A, 1,32% af fasteignamati í flokki B og 1,60% fasteignamati í flokki C. Lóðarleiga, hins vegar þar er aðeins breyting, hún var 0,85% af fasteignamati lóða í eigu sveitarfélagsins. En þarna er sem sé ekki tillaga að hún verði 1%. Og það er nú í takt við það sem að gerist og gengur í þessu. Vatnsgjald er samkvæmt sérstakri gjaldskrá og auka vatnsgjald og tengigjöld eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá hjá Vatnsveitu, Rangárþings Ytra og Ásarhrepps. Það er sem sé 2 breytingar, önnur er bara lóðarleiguna, hin er fráveitugjald sem var 0,22% af fasteignamati hús og tilheyrandi lóðar en gerð tillaga að það fari upp í 0,25%. Síðan er þarna getið gjöld fyrir tæmingu rotþróa sem eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Sömuleiðis sorphirðu og sorpeyðingagjöld. Það er sérstök gjaldskrá sem að þar gildir einnig. Það er getið þarna gjalddaga á þessum gjöldum. Það er óbreytt frá því sem verið hefur. Sömuleiðis getið þarna fasteigna eigendur sem eru orðnir 67 ára eldri og eru öryrkjar og búa í eigin húsnæði að þeim eru veittur ákveðinn afsláttur af fasteignaskatti og holræksagjaldi af viðkomandi íbúðarhúsnæði og þessar reglur í rauninni óbreyttar frá því sem verið hefur en þetta reiknast aðeins upp á hverju ári. Síðan er þetta sérstakt hundarleyfisgjald, byggingarleyfisgjöld og sem eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá bæði hvorttveggja og eins og verið hefur. En síðan má segja að öðru leyti gildi þessa tekjustofna, sveitarfélaga og gjaldskrár sérstök lög, þannig sem við þurfum að fara eftir. Og síðan þurfum að birta þetta á hefðbundnum auglýsingarstað sem eru meðal annars á heimasíðu sveitarfélagsins. Þannig að þetta er í rauninni litla breytingar frá því sem verið hefur. Takk fyrir þetta, Ágúst. Lengur tjásugum þetta frekar. Ef svo er ekki, þá ber ég þessar tillögur til atkvæða, þeir sem geta samþykktar, gefi merki. Það er samþykkt samhljóða.